Heil og sæl, kæri hlustendur og veriði hjartanlega velkomin í Heilsumóla með Önnu Sigurðardóttur, sálfræðingi og heilsuerlu. Í dag ætlum við að ræða mjög áhugavert umræðefni, finnst mér. Það þörfin fyrir að hafa stjórn. Já, ég þetta mía. Kannast maður við það. En hvað það sem liggur oftast að baki þessari þörf, myndirðu halda? Það rauninni bara grunnþörf mannskepnunar á upplifa öryggi. Öryggið, Já. Það að upplifa við séum örugg og að það sé í raun ekki eitthvað sem geti ógnað okkur. Þetta við ekki að hugsa dagstaglega, Guður eitthvað að ógna mér. Heldur þetta grunnþörfin fyrir sem ýtir undir að því að andstæða náttúrulega stjórnar stjórnleysi. Já, já. Og stjórnleysi kallar á hvað innra með okkur? Óöryggi. Akkurat. Og óöryggi þýðir, ég ekki örugg. Og þetta grunnurinn í raun að öllu sem mannskepna gerir, segir og allt. Þetta bara hefur allt að segja með bara allt sem við gerum. Já. Og það má eiginlega segja að við höfum þessa þörf en mismiklu mæli. Og það nú oft talað um þetta, þeir sem hafa lent í einhverjum áföllum eða upplifað erfiða barnæsku eða uppeldi eða jafnvel ekki endilega erfiða því oft skilur fólk ekki, það margir sem upplifa þetta óöryggi en sjá ekki endilega að uppeldis umhverfi hafi verið eitthvað flókið erfitt. Já, það þarf ekki að þýða það, heldur stundum að því að við horfum alltaf á þetta með að vera ekki óörugg eða öruggur, að þetta snýst alltaf tilfinninguna þetta stöðugleiki líka. Af því að það ekki nóg að sé stöðugleiki stundum. Af því að við vitum að það sem að styrkir hegðun mest consistency, það ekki það? Já, það öfugt consistency. Öfugt? Já, það óstöðugleiki. Já. Það óreglubundin styrking. Já. Já, þannig að til dæmis, ef að þú fer alltaf laun bara alltaf mánaðarlega, það á örugg styrking, þú alltaf að fá fastum tíma. En ef þú fæði óreglulega, þá ertu órugg og eins og veist ekki alveg að fæ ég peningin. Mun ég geta borgað mat á eftir? Það veldur óruggi. Og það sama við þegar við erum í uppeldisumhverfi, þar sem að til dæmis skapbreytingar uppeldisaðila eða bara líðan uppeldisaðila, þó að það sé ekkert endilega ofbeldi. Nei. Ekki augljóst ofbeldi, ekkert andlegt líkamlegt eða kynferðislegt. Heldur bara þetta að það var sveifla á skapinu á foreldrum. Og það veldur því að barnið getur upplifað óöryggi. Ég veit ekki hvar ég stend, ég veit ekki hvar ég hef það sem ætti að vera öryggi mitt og það veldur því að hvað get ég þá gert? Aftur erum við að tala þarna varnarviðbrögðin, þú veist, fight, flight og freeze og fawn, þóknast. Og það sem að barnið þarf þá að gera eitthvað til að létta á þessu óþægilegu tilfinningum óöryggi, gera eitthvað til þess að létta á henni með því að gera eitthvað. Það þýðir þá á ég að öskra til að kalla fram einhverja þarfir, jafnvel þó það þýði oftast neikvæð viðbrögð, en það kannski bara fyrsta sem að sjálfverka kerfi líkama þessa barns velur úr. Eða á ég bara að forða mér úr óþægilegu aðstæðanum, að þetta er svo óþægileg tilfinningar til að flýja inn í herbyggi. Þannig að alltaf að pabbi þungur á brún og ég finn fyrir óöryggi vegna þess að ég eigna mér það, ætla það bara alltaf að flýja inn í herbyggi til öryggis. Að því það léttir á líðanni. Eða ætla ég að þóknast, bara vera ókslega næs, færa honum kaffibella, vera góð við hann, vera með skemmtiatriði og svo sumir og það svo áhugavert og þarna líka og þetta að taka stjórnina, þarna maður að taka stjórnina á einhvern hátt. Svo oft við náttúrulega færumst, eldumst, þá fer þetta færast yfir í, eins og tölum alltaf öll sjálfvirk varnarviðbrögð sem verða til í barnæsku lang oftast halda áfram nema við mætum þeim og förum að vinna í þeim og halda áfram á unglingsár og fullorðinsár nema eitthvað annað stoppi það og þannig að öll sambönd okkar eftir þetta fara síðan í sömu átt. Þannig að við verðum oft áfram þessi sem að þóknast í hjónabandi, í vinasamböndum, við verðum eða þá þessi sem þarf að hafa stjórnina, við verðum áfram svo sem tekur bara stjórnina og þá umvefi okkur þá líka hægt og rólega í kringum okkur fólk sem þolir það
og ef einhver fyrir á móti því og þessi sterka þörf fyrir stjórn mikil, þá verður hávaði. Af því sá sem upplifir mikið óöryggi, nema hann hafi stjórn, hann mun ekki höndla það. Þannig að hann mun alltaf eitthvað frussast upp úr og valda því að þessi sambönd munu rofna. Þannig erum við að tala um alltaf fólk sem þarf mikla stjórn. En svo annað líka með stjórn, að við getum haft þörf fyrir að hafa mikla stjórn á ákveðnum sviðum í lífinu. Sumir eru ekki með þetta allstaðar lífinu, og meðan, sumir eru með þetta allstaðar, á meðan aðrir eru bara með þetta, ég þarf að hafa mikla stjórn í vinnu, en ekki heima, eða öfugt. Og auðvitað líka kannski að nefna að sumir, ekki allir, að þetta alls konar, sem eru með einmitt áreiti þráhyggju, ADHD og bara kvíða almennt og náttúrulega áfalla einkenni eða hafa lent í áfallum, af því að þau hafa lent í, eru að upplifa svo mikið óöryggi. Þannig að þau fyrir oft þörf fyrir meiri stjórn hjá þeim. Og líka eins og bara með pælum með ADHD-inu, þá svo mikill hraði í hugafari, fólk sem ADHD, það svo mikið af, þau hoppa svo mikið fram og tilbaka, þau upplifa stundum að þau hafi ekki næga stjórn, þeim finnst erfitt stundum að geta treyst sér að því að þau hoppa svo hratt á milli hugsana. Og þá oft getur verið þessi sterka þörf fyrir stjórn. Þetta samt, ég minni aftur á, þetta einstaklingsbundi. Og það þarf ekki, þú veist, almennt séð þetta, já, þetta í rauninni grunninn þetta alltaf þetta þörf fyrir öryggi, ég reyna að forðast að upplifa óöryggi. Þetta svolítið kannski samúð við meðverkni fræðanum. Já. Eins og ég tók viðtal við hann Valdimar Þór Skúlason, Valdimar Svavarsson, Valdimar að dána. Já. Og þá vorum við með að tala með þetta og það sem kom honum og svo líka mér óvart var akkurat þetta að stjórnsemi getur verið meðvirkni. Já. Það komið svolítið óvart. Já. Maður sér meðvirkni alltaf yfirleitt sem undanlandssemi í bíómyndum og huganum og öllu. Sem yfirgang. Stjórn sem yfirgang. Já, sem sagt meðvirkni, maður sá það fyrir sem svona pínu undanlandssemi að vera meðvirkur. Það rétt. Já. En meðvirkni líka stjórnsemi. Alveg svakalega. Það nefnilega það sem svo magna. Það rosa gott, ég ræddu það og það flott. Við tölum aðeins það. Já, það flott, af því að það nefnilega lúmskur stjórnunarháttur. Af því að það í rauninni, ég svo órugg að ég vil hafa stjórn, en stjórnum getur verið ég ætla að þóknast þér, en þá hef ég líka á þig. Skilur, að því það bara mitt, ég verð bara, því ég að gera þetta til að fá viðurkenningu. Svo ég sé örugg, en svo ef það virkar ekki, þá þetta aftur farið að blossa og þá getur farið að beita þessi stjórnunartæki. Já. Og þá getum við kannski fara aðeins yfir í, þú veist, hvernig getur þessi stjórnunar þörf haft áhrif á samband okkar við aðra? Já, það bara hefur í rauninni allt að segja að þetta þarf að vera fallegu dans. Aftur ef ég nota mitt eigin líf og maðurinn minn löngu búin að fyrirgefa mér að tala um okkur, að því að við einmitt, þegar við byrjum saman þá sennilega, greinilega hefur þetta brátt að vera að því við erum með það saman dag og gengur bara betur, alltaf betur, en það var svona opaslega þörf hjá okkur báðum fyrir stjórn en á svo opaslega sviðum og það olli miklum usla í mörg ár þar til við svona náðum að þroskast nægilega og líka bara styrkjast sem einstaklingar að því að myndi að þetta alltaf í grunninn óöryggi innra með manni og þetta kallar svo á þessi stjórn, hún verður svo yfirgengileg þegar óttinn verður mikill. Ef ég finn ég hef ekki stjórnuna, þá verður vanlega mín svo yfirgengileg að ég get fara að beita ofbeldi. Skilur að þetta getur birst í ofbeldishegðun, að ég ætlast til þess að þegar ég kem heim, þá allt ekki til. Ég vil ekki, ef ég kem heim, þá alltaf vera hreint á eldhúsborðinu. Ok, einhver gæti hugsað, mér finnst það bara sjálfsagt mál. Já, en þannig erum við að tala með munin á því að óska eftir samvinnu og ef það gengur ekki þá allt í góðu. En munin á fólki sem að þarf að hafa alla stjórn, segjum á þessum aðstæðum, sem dæmi, þá það ekki að fara að ganga upp ef það gengur ekki alltaf. Þú veist, það svo mikil vanlíðan sem fylgir að þegar þessi vill hafa stjórnina og vill hafa eldhúsið hreint, að þegar hann kemur heim og það ekki, þá mun það kasta honum í mikla vanlíðan. Sem þýðir
að samskipti við þann aðila sem átt að sinna þessu verki verður styrt og erfitt. Að því að hinn aðilinn kannski einmitt ekki þarna, þetta kannski, honum finnst þetta ekki svona rosalega mikilvægt og eða hann hugsa ég ætlaði bara að gera þetta eftir, eins og ég segi þetta oft manni minn, einmitt og þetta eitt svo dæmi og ég bara svona voðalega slök og ég hef rætt vinkonum mínar og þær hafa oft sagt bara guðan ég gæti þig ekki, þú veist að ég einmitt svona, ég svona eins og maðurinn, ég vil bara þeir ekki meim, þú veist hafa þetta svona, þú veist nokkuð neginn í lagi og ég segi bara já og þetta bara eitthvað sem að málið það enginn að segja að sko það alveg gott að einhver séu þetta passi upp á að ef við tökum þessi dæmi að heimilið í ákveðnu standi en það heldur ekki gott að séu öfgar að við séum að manni sé úthúðað eða beittur einmitt andlega ofbeldi ef það gengur ekki upp að því við erum bara mennsku alls konar leiðir ekki heldur hollt að einhver væri alveg svo ég allan daginn skilju að ég myndi bara alltaf vera að ekki þetta seinna svona ég ekki í vinnunni svona ég bara heima hjá mér en þannig að ég þarf líka að stíga upp til mótsumannesku sem hefur þessa þörf þannig að þú veist þá segi ég kannski svo ef maðurinn minn segir en þú ganga frá þetta matinn þá segi ég bara já en þá segi ég kannski ég þreytt núna en treystu því að ég ætla að gera á eftir þá róast hann þú veist en ef ég segi ekki neitt bara já eða þú veist þá líður hann bara illa en bara vitandi sko þannig erum við farin að vinna saman og þetta svo vand með farið að því að manneski sem hefur mikla þörf fyrir stjórn sem að myndi nú segja oftast að væri þá mjög kvíðin sama hvað tegunda kvíða það sem bara annar mál að það heldur ekki hollt að fá í rauninni að kvíðin fái að lifa vegna þess að þá eru alltaf að í rauninni íta undir hann þannig að það náttúrulega líka algengt að einhver aðili í fjölskyldu sé mjög stjórnsamur eða stjórnsöm og allir í fjölskyldunni lifa eftir því. Það ekki mjög heilbrigt. Sko að því hvað einmitt erum við að segja? Hvað erum við að segja við hvort annað? Hvað maður að upplifa þegar einhver að skipa manni fyrir eða segja manni til? Aftur og aftur. Hvað ég að upplifa með mér? Fyrir ekki, þú ert að segja sérst að ég ekki traustsins verð. Þú treystir mér ekki til þess að ganga frá eftir og eða þú treystir mér ekki til að gera hann vel. Þú veist, hvað ég svona ómöguleg? Þú veist, allt sem ég geri ekki rétt? Ég aldrei nógu góð fyrir þig. Þú veist allt best. Og þetta ekki góð hjálpleg samskipti. Nei. Þannig að ef einhver með fullkomnar áráttu, það bara svona rosaleg þörf fyrir að hafa stjórn? Já, það einmitt það að hafa í rauninni einmitt að langa að hafa stjórn á öllum þáttum og helst náttúrulega líka á skoðum og viðhorfi annara ef maður gæti sko, og það líka heftir og sér að þá þegar við fann að tala fullkomnandi þá skiluru hvaða heftir manneskjuna en það svo fyndi að það svo margir sem hafa þörf fyrir stjórn en fela sig stundum á bakvið að ég sem sálfræðingur náttúrulega hugsa bara þetta ekki bara þörf fyrir fyrirhyggju og skipulag þetta langt umfram það þetta bara óbáslega mikil kvíði en að því að það aðalega bara maður sér að þetta fara að meiða aðra þegar maður sér að þetta að meiða fólki í kringum mann þá auðvita að því svo sá sem með þörfina og að taka stjórnina hann alltaf upplega léttir þannig ef að þú gerir allt sem ég segi þá upplega léttir eða þá upplega öryggi þá þarf hann aldrei að feysa óttan sinn hann þarf aldrei að feysa kvíðan þess að segja ef að þú ferð á móti því þá finn að finna fyrir kvíðanum en þá lítur hann ofta á það sem það sé þér að kenna að því þú ert að valda uslanum að því ef þú hefði bara gert það sem ég sagði þér þá væri þetta alltaf og ég væri bara róleg skilur, og þá fattar maður ekki hver að beita hvern ofbeldi hér og það kannski erfitt að finna mörkin Jesús, þessna líka þú veist, þetta ekki klift og skora og maður þarf alltaf að mæta þessu með opnum huga og að væntum þykju en auðvitað bara að því málum að má ekki gleymast að sá sem með þörf fyrir stjórnuna, hann líka að meiða sig það ekki hollt fyrir hann að lifa í heimi þar sem allt þarf að vera á hreinu nema ég með þetta að sé allt í lagi og það ekki þannig, lífið óvissa frá upphæðu til enda og það það sem þessir einstaklingar óttast mest og ég meðal annars algjörlega í þessum hóp
og og það einmitt að já, að svolítið svona mæta sér þarna. Já. Ég fór líka að hugsa bara sem, þú veist, foreldri og börn. Já. Þú veist, hvenær foreldri orðið stjórnsamt og hvenær maður bara að biðja þau eitthvað sem eðlilegt að ætlast til að þau geri. Ég veit það. Þetta rosa fín lína. En ef maður ekki viss, þá gott að spyrja. Ekki spyrja vinkonu sem jafnstjórnsam. Það eru svolítið duglegir því. Finnst þið þetta ekki að gera? En nei, en þú veist, svo áhugavert. Þetta mjög áhugavert vegna þess að þetta svona eins og tölum common sense. Common sense is not that common. Þú veist, að ég heyr alveg að ég frekar svona, ég var rosa kvíðin fyrst þegar ég átti börnin mín, alveg svakalega kvíðin. Bara hann blossaði upp úr öllu valdi, að því það var einmitt þessi óvissa og ótti og svona lífskvíði, hvað heitir þetta? Sem að marga konur fá eftir fæðingu. Jú, fæðingar þunglindi. Nei, svona ótti fyrir lífinu, bara maður bara hrættur. Já. Æ, það eitthvað ákveð orð. Og lífsóttið eitthvað, ég man það ekki alveg. En þá eykst bara þessi svakalega ótti fyrir að ég ber svo mikla ábyrgð. Ber svo mikla ábyrgð á þessu elsku börnum og þessu lífum og þá náttúrulega líka á maður sjálfur, maður ekki deyja frá þeim að því þau eru bara ekkert ánmanns. Þannig að verður allt svo hávært og kvíðin var svo hávær. Og þá var maður alveg á tánum og notaði, og ég gerði eitthvað sem ég ætlaði aldrei mér að gera. Það var að nota hræðsluáróðurinn sem ég ólst upp við. Vá, hvað það var svakalegt og sorglegt. Og þannig að þeirra með árunum, með þroska og árunum og viskuð og svona maður bara átt að segja á að maður getur ekki haft þessa miklu stjórn og maður verður bara að taka einn dag í einu og stundum bara 1 klukkutíma í einu og bara sjá hvort maður lifi það og leyfa börnum að þora. Þú veist, að það, ég hef svona breyst alveg bara, þú veist, 100% og sem veldur því að í dag ég það afslöpuð og finnst svo mikið að börn mín að læra sjálf að maðurinn minn eiginlega í sjokki. Þannig við höfum, sem hlutverkin okkar hafa snúst við. Já, okay. Hann bara allar bara leifa hann að fara þannig, ég segi, Elli minn, hann veit ekkit hvort hann fílar þetta nema hann prófið það. Já, hann bara í alvörunni. Já. Nei, ég tengi alveg þarna. Ég held að ég hafi þegar þau voru yngri verið mitt svolítið svona viljað hafa svolítið stjórn og veist ég viðurkenni það bara. En svona eftir að eldist og þroskast þá svona hugsa ég bara þau verða bara að gera mistök. Þau verða bara að læra mistökunum. Það eiginlega bara best. Það er líka það sem maður er búin átt að sjá sem svo magnað að mannskepnan að þróast rosalega hægt í þessu að læra mistökum. Við erum ekkert að læra mistökum annarra. Eða mjög, ég auðvitað í einhverju. Maður er alltaf sjálfur. Maður er alltaf bara, þurftið þú líka bara gegnum þetta. En ég held líka þetta minnum ofta á, og ég hugsa ofta þess í dag, því í dag ég orðin það gömul og ég gæti orðin amma, en er samt bara mamma, að ég komin á hann aldrei hugsa ofta, ég amma-mamma, að ég meitna 11 ára. Og ég fæ alveg heyra frá vinum hans, vá hvað þú ert æðisleg mamma, þú leifir bara allt. Þá er ég ekki að meina auðvitað, ég leifi ekki allt. Nei. En það er kannski vegna sem ég nálgast allt róleg. En við verðum að muna að þetta er einmitt eins og við tala ömmur og afa. Akkur leið börnum oft, einmitt börn fóru oft til ömmu og afa og fundu alltaf fullt öryggi þar. Algjörlega. Af hverju er það? Ég var alltaf hjá ömmu Erlu. Já, og það stór þáttur því vegna þess að amma og afi eru komin í yfir tímabilið. Það sem að þau voru bæði að reyna mennta sig, byggja upp og safna pening til þess að byggja hús og þakja fjölskylduna ásamt í eignast börn á saman tíma og reyna að ná metnaði kannski í starfi og þetta bara álagsmestu árin. Það alveg eðlilegt að við séum þá svolítið streitt og kvíðin og þá viljum við líka því meiri streitt og kvíðin sem við upplifum, því meiri stjórn viljum við hafa. Og ég myndi eins og sagt, ég nú man ekki hvort að ég tala að flesti skilnaðir eru þegar barn 2 eða 3 ára að þá er svo mikið álag sambandi. Þannig að þetta er hluta því þannig að sambönd, þetta hefur mikil áhrif á sambönd, öll okkar sambönd. Þannig að þjörfri stjórn hefur alveg svakalega áhrif á öll sambönd í líf okkar en það getur haft mjög neikvæð áhrif ef að þörfin mjög mikil. En einhver heilbrigð leið til þess að mæta þessari þörf fyrir stjórn? Án þess að hún bara taki yfir? Það var eftir hvernig spyr. Já. Ef þú spyr hennan stjórn sem þarf fyrir að hafa stjórn, þá finnst manneskinu það að vera heilbrigð leið. Af því að það róar hann eða hana. Þannig að, já, í rauninni kannski, hvernig veistu þá?
hvernig veistu hvort þú stjórnsam eða ekki? Góð spurning. Í raun fer það að fer eiginlega, þetta er rosa áhugaverð pæling, vegna þess að þetta fer eftir hversu mörgum árekstrum þú lendir í, en samt ekki, því að þú getur bara búin að umvefja þig fólk sem að umber stjórnsemina. Þannig að það er hægt að fara í gegnum lífið án þess átt segja að maður sé stjórnsamur. Af því að þú losaði við það fólk sem að truflar því í getunni. Þá vorum við að tala um að þú sett alvarlega hörð á því að þú getur ekki lífað án stjórnarinnar. En ég held að oftast færi nú fólk að heyra að þú ert svakalega stjórnsam eða þú ert stjórnsamur. Ég held að fólk fá að heyra og ég held að ef mann langar að lifa vel, ekki bara fyrir aðra, heldur bara einmitt í sjálfu sig, þá held ég að væri bara gott að líta það sem bara vísbendingu, heyrðu, er þetta kannski eitthvað sem ég ætti að skoða fyrir mig, svo ég myndi finna meiri ró, svo ég myndi slaka betur á. Þú þarft ekki að geta að lifa í drastli, það er ekki markmið. Þú veist, þannig er akkurat gætist þessi stjórnsami hugsa, ég hef engan áhuga á því. Ég er ekki að tala um það, alls ekki. Ég er að tala um bara svona að einmitt aftur að lífsgæðin, að lifa vel með öðru fólki, að lifa vel í sjálfur, sé í ágætis jafnvægi. Þú veist, að þú sért ekki að upplifa bara öfgakent, að upplifa bara opaslega óryggi og kvíða og streitu við að finna að þú hefur ekki stjórn á einhverju. Og ef svo að bara veita þið athygli og skoða hvað vil ég gera við, það vil ég ræða við einhvern og spurja, einhvern sér treysti, spurja, er ég svakalega mikla þörf fyrir stjórn? Og svo leita sér bara aðstofar, því þetta er alveg hægt að vinna með. Þetta er náttúrulega bara eins og segja, þetta getur verið kvíði eða einmitt lágt sjálfsmat og bara að gera að skoða. En það er hægt að komast aðeins langt í lífinum og vera mjög stjórnsamur á þess að það er ótrúlega magna. Og kannski eitt sem er eitt sem við þjálfum upp þegar við erum að vinna með fólki sem hefur ofsalega þörf fyrir stjórn, en hefur einmitt brennt sig á því að það er þeim ekki gott, ekki hjálplegt til langstíma og kannski jafnvel búið að meiða sambönd í kringu það, er að þá vinnum við með þetta að sita og auka þolið fyrir kvíðanum sem birtist við að hafa ekki öryggi. Þú veist, að sita í órygginu. Það er alveg svakalegt að tekur á og ég minni á að við gerum þetta í hænuskrefum. Þú veist, við lærum að sita svolítið með óþægilegu tilfinningunni. Og bara svolítið anda okkur í gegn og einmitt alltaf að viðurkenna, ég er að upplifa svakalega mikið óöryggi núna, ég er að upplifa, mér líður svakalega illa að sjá að ég hef ekki stjórn eða finna að ég hef ekki stjórn, en ég er ekki í hættu. Þú veist, ég er örugg, þetta er alltaf þetta sama, ég þarf að minna mig, ég er örugg, þó að hugur minn óttist að þetta sé að segja kannski eitthvað ákveð mig, að ég sé manneskja sem er stjórnlaus, ég með manneskja sem hefur ekki alltaf hreinu, hvernig manneskja er það? Og við skoðum svolítið einmitt hvað er á bak við það. Hvað er það sem er í rauninni ástæðan fyrir að þú þarft þessa stjórn? Og það er oft þetta með sjálfsmyndina. Þú veist, eða þá áfall sem þú lendi í, þannig að þú óttist að gerist aftur. Og þá vinnum við náttúrulega af virðingu við einstaklingin með það, skoðum það og einstaklingur lærir að bera virðingu fyrir að þetta er kannski gamalt sár í taugakerfinu sem að þarf ekki að vera svona ofsafengi í dag. Þetta tengist einmitt líka triggerunum sem við rættum og bara mæta sjálfur sér svolítið að mildi og væntum þykja. Og auðvitað einmitt að tekur tíma að þjálfa þetta upp líka, nýja hegðun og segja einmitt að leyfa fjölskyldum taka þátt í því og segja nú er mamma að reyna að vanda sig og ég er alveg þessu, einmitt bara þegar ég var með unglingin minn þá fundum við að það var svona erfiðlega samskipti og fórum í fjölskyldu hjálp og þá var svo áhugavert að þá sagði einmitt hann við mig, mamma, ég alveg, hvað get ég gert? Ekta svona þyrlu mamma. Hann bara, mamma, nennir bara hætt alltaf öllum þessu spurningum, þú er bara alltaf að spurja mig. Og ég alveg, en það er bara því að mér þykir svo vænt um mig. Akkurat. En ég bara fyrir honum, ímyndaður ég alltaf að spurja þig. Ímyndaður hvernig þið líður, ég alltaf bara, Erla mín, ertu nógu vel klædd og hvert að fara og hvað, en er leið með og hvernig líður Erla mín? Ef ég er alltaf svona á þig, hvað tilfinningu skilur þetta eftir á þér? Akkurat. Þetta er ekki gott. Hann er bara, ég mun aldrei, ég veri ró, hún treysti mér ekkert. Þetta er nefnilega svo merkilegt þegar maður áttar sig á þessu, því að maður meinar yfirleitt vel, það ætlar enginn að vera stjórnsamur einhvern veginn, það er bara,
oftast maður að eins og spyrja allar þessar spurningar sem þú veist að segja því að maður vill vel. Ég veit það. En þetta eins og greinlega bara þú byrjar á orðinu öryggi. Já. Þetta eitthvað óöryggi. Já, þetta og það þetta og þarna svo áhugavert að því að mér var svo gott ég fór einhvern tímann á svona kvíða námskeið fyrir foreldra með börn með kvíða og þá var verið að segja að börn með kvíðir oft spyrja svo margar spurninga og ég það ég er ekki barn og þá sann þegar við æfum börn í þessu þá gefum þeim leyfi að spyrja 3 spurninga og svo eftir það þá eiga það að vita að þau fá ekki svöru fleiri spurningu, þau eru bara að æfa sig að sita í óvissinu sem heldur samt áfram og þjálfa sig upp í að það líður hjá. Já, þannig ég hef verið að nota þetta sjálf og þetta bara ekki djók sko. Þetta kveikir rosalega mikið á erfiðum tilfinningum þegar maður finnur maður hefur ekki stjórnina og þannig að þetta er æfing og ég meina og þetta aftur, maður bara mætir áhyggjunum, maður mætir vanlíðan sem fylgir því að hafa ekki stjórnina og æfi sig að þola við í smá stund og líka hlúa að sér á einhvern fallegan hátt, eitthvað sem hendar þér og svo halda áfram með lífið og hægt og rólega hægt að byggja upp aftur traust í samböndum og bara einmitt að vinna þetta saman, það alltaf betra að vinna þetta saman ef þetta snýstu sambönd að makinn segi eins og maðurinn minn sagði alltaf bara, Anna, ef við fórum að fara eitthvað eða eitthvað og ég byrja með mína áhyggju bara sko heilu bara ritgerðarnar af áhyggjum spurningum, þá sagði hann alltaf bara, Anna mín eigum við bara geima áhyggjuna þegar við erum komin á staði og ég bara já, ok ég veit ekki frekar en þú veist, alls konar svona og þannig bara svona hjálpast en ekki gleyma þetta alltaf fallegt það getur verið fallegt þetta erfitt og krefjandi ferðalag að fara í að vinna í sjálfu sér, það það alltaf það krefst hugrekkis og eitthvað sem maður þarf að mæta oftast erum við að mæta opaslega ljótum pittum innan með okkur sem við hefum erfitt með að feysa en maður að gera þetta í öruggu rými með fagaðila og þá verður þetta yfirleitt bara opaslega fallegt ferðalag og þroskandi Æðislegt þá held ég við getum sett punktinu já Æðislegt Takk elsku Anna, þetta búið að vera alveg dásamlegt spjall og ef að fólk var ekki búið að hlusta á heilsumólana triggerana þá hvet ég alla til þess að gera það og svo ætlum við að hittast einu sinni enn og ræða sambandið við okkur sjálf. Já. Takk fyrir Mig langar að þakka þér, kæri hlustandi, fyrir að gefa þér tíma til þess að hlusta. Og ef þér líkar við efnið sem ég að færa ykkur í hlaðvarpinu með lífið í lúkunum, hvort sem það í viðtölunum eða heilsumólunum, að það þætti mér alveg ótrúlega vænt að þú myndir deila áfram því efni sem að þér finnst áhugavert og það sem geti aðstoða aðra og líka að fylgja hlaðvarpinu hvort sem þú ert að hlusta á Spotify eða Apple Podcast eða annar staðar að smella í 1 follow og jafnvel gefa hlaðvarpinu einhvern af því að það gerir það verkum að fleiri sjá þessa þætti og vita af þeim og þá eru fleiri sem að geta notið þessar upplýsingar og nýtt þær til þess að bæta eigin heilsu. Þangað til næst, hafið það gott.